Skaftafell var gert að þjóðgarði árið 1967. Flatarmál þessa stærsta þjóðgarðs í landinu er 1600 ferkílómetrar eða 1,6% af flatarmáli landsins. Með stofnun hans var mjög stórt svæðið friðað fyrir ágangi sauðfjár og gert að sameign þjóðarinnar sem tugir þúsunda sækja heim árlega. Ætlunin er að leita upp í ýmsa heillandi staði innan þjóðgarðsins sem margir kannast við og aðra sem erfitt er að nálgast en teljast með þeim fegurstu. Í Morsárdal er víðáttumikið undirlendi umgirt gróðurvöxnum hlíðum Skaftafellsfjalla. Innst er miðfell með miðfellstind í hæstum, 1430 metra háum. Framar í dalnum að sunnanverðu er birkivaxin Skaftafellsheiðin. Morsá fellur fast upp að henni og sameinast Skeiðará nokkru neðar. Við mynni Morsárdals leggst Skeiðarárjökull að Jökulfelli og þar er útfall Skeiðarár undan jöklinum. Skeiðará hefur borið fram gífurlega mikinn aur og myndað eins konar hleðslu fyrir Morsárdalinn. Innri hluti Morsárdalsins er þakinn bæði ljósum framburði úr Kjósinni og dekkri framburði frá Morsá og Morsárjökli sem eiga upptök innst í Morsárdal. Birki og lúpína nema ört land í þéttum framburði Skeiðarár en blómplöntur á votlendum eyrónum þar fyrir innan, til dæmis hvönn. Þegar líða tekur á sumar hefur eyrarrósin myndað breiður á dalbotninum. Veturinn 1990 var ný brú lögð yfir Morsá. Áin hafði þá verið óbrúuð í nokkurn tíma eftir að gamla brúin lét sig. Margir leggja nú leið sína yfir Morsá í Bæjarstaðaskóg sem er vestanmegin í dalnum. Skógurinn er aðeins 25 hektarar að flatarmáli en var mun stærri til forna. Skógurinn var friðaður og girtur árið 1935 en þá var hann aðeins 11 hektarar. Nokkru fyrir neðan og utan Bæjarstaðaskóg stóð forðum bærinn og kirkjustaðurinn Jökulfell sem talið er að hafi eyðst í Öræfajökulsgosinu mikla árið 1362. Í upphafi 18. aldar mátti enn sjá rústir af kirkju og garði en Skeiðará hefur nú hulið þær með framburði sínum. Í skóginum er aðalega birki, einkar beinvaxið og stofnar þess gildir með hvítum berki.
Á fyrri hluta 18. aldar var skógurinn nefndur Skaftafellsskógur eða bændaskógur og meðal annars nytjaður af skattbændum í Suðursveit og Vestursýslunni. Það fyrst seinna eða á þriðja tug þessarar aldar að farið að nefna skóginn Bæjarstaðaskóg. Skógurinn var nýttur til beitar og áreftis, en fyrst og fremst til kolagerðar. Kolagerð lagðist að miklu leyti af 1880 og alveg þegar farið var að nota nýja gerð ljáa frá Skotlandi. Skosku ljáina þurfti ekki að dengja, en til þess voru kol mikið notuð. Á hverju hausti máttu sjá bændur við kolagerð í skóginum. Að verki loknu héldu þeir á brott með hestburð af kolum. Skaftafellsbændur fylgdu gjarnan þeim sem héldu til viðar og leiðbeindu kolagerðina, völdu staði og gættu þess að rétt væri að farið. Fyrir daga friðunar var uppblástur mikill á jöðrum skógarins og stemdi ört að eyðingu hans. 1 metra breið jarðvegsspilda fauk burt af jöðrunum árlega. Bæjarstaðaskógur nú í örum vexti. Saga þessa skógar lýsandi dæmi árangur friðunar og þótt margir hafi lagt hönd á plóg við friðun skógarins, má öðrum fremur þakka þann gjörning Hákoni Bjarnasyni skógræktarstjóra. Elstu tré í skóginum talin vera 140 ára gömul og því hefur skógurinn verið að vaxa frá því rétt fyrir 1860. Hæstu tré voru þá mannhæðar há og skógurinn þéttur. Meðalhæð trjáa var 4 til 5 metrar árið 1901 en hæstu tré 6 metra há. Nú, 90 árum síðar, meðalhæð trjáa 8 metrar og hæstu tré 12 til 14 metra há. Nú skal haldið inn eftir Mossárdal meðfram hinum ört vaxandi hálskógi að Rauðhellum og hugað að jarðsögu þeirra. Rauðhellum má skipta í 3 jarðmyndanir. Neðst fjölmörg hraunlög sem runnið hafa á hlýskeiði. Í kjölfar þess hafa myndast allþykk setlög á rofskeiði. Því næst huldi jökull landið og eldgos urðu undir ís á jökulskeiði og til varð þykkur stafli af móbergi. Skilin á milli hlýskeiðs og jökulskeiðs 2,7 milljónir ára, en þá var þungi síðustu ísaldar hvað mestur á norðurhveli jarðar. Frá Rauðhellum liggur leiðin í Kjósina sem gengur vestur úr Mossárdal. Kjósin umgirt háum fjöllum sem ná yfir 1000 metra hæð yfir sjávarmáli. Kjósin trektlaga með frekar þröngu opi til austurs. Hvergi í þjóðgarðinum fjölbreytni í gerð steintegunda og jarðlaga meiri en einmitt í Kjósinni. Mest ber á hvítu eða ljósu líparíti sem skorið af dökkum blágrýtisæðum. Það sýnir að eitt sinn var hér kjarni mikillar eldstöðvar. Hér hafa eldgos aðalega orðið á jökulskeiði þegar þykk íshella huldi svæðið. Við stödd í innsta hluta Kjósarinnar þar sem landslagið minnir óneitanlega á risavaxið grískt hringleikahús. Alla Kjósina berst niður Kjósarlækjarins eins og stórfljót væri að ræða.
Efst á skörðóttum börmum kjósarinnar rísa skarpir klettar, til dæmis hinn illkleifi gígtappi Þumall, sem 1279 metra hár. Morsárjökull falljökull innst í Morsárdal. Þar mjakast ísbreiða Vatnajökuls fram af háum hömrum sem eins konar jökulfoss. Mjöllin fellur aðalega úr 2 giljum og fallhæðin 350 metrar. Neðan hamrana fergist mjöllin á ný, þjappast og skríður fram sem mjög sprungin jökull eftir dalbotninum. Svonefndar svigður í yfirborðinu gefa til kynna rennsli jökulsins og myndast ein slík árlega sitt hvoru megin við röndina sem liggur eftir jöklinum miðjum. Svarta röndin úr lausu bergi á megin ísaskilum. Framan við jökultótuna hefur myndast lón þar sem stakir ísjakar brotna frá jöklinum og bráðna. Framan við lón Morsárjökuls jökulgarðar. Lega þeirra vitnar fyrri framrásastig jökulsins og loftslagsbreytingar. Í útjaðri þjóðgarðsins, langt inn á Vatnajökli, liggja Grímsvötn, umgirt þykkri hjarnbreiðu jökulsins. Þessar myndir voru teknar í Grímsvatnagosinu 1983. Íshellan yfir eldstöðinni hefur tekið að brotna og sprengigos hafið við samspil berg, kviku og jökulvass. Svartar öskutrjónur rísa með ógnarhraða og aska, gosmöl og jakaflykki falla út á barm íshellunar. Öldum saman var vitað tilvist Grímsvatna, en nákvæmlega þeirra var ókunn gaus árið 1934. Jarðhitasvæðið í Grímsvötnum, það stærsta á jörðinni, bræðir geil í ísinn fyrir ofan og þar safnast fyrir mikill vatnsborði. Vatnsborðið undir ísnum rís vatnsmagnið nær að lyfta íshellunni, brýst fram á Skeiðarársand og veldur hlaupi í Skeiðará. Skammt vestan við Miðfellstind mikil meistarasmíð frá náttúrunnar hendi, Þumall. Hann rís 170 metra yfir umhverfi sitt. Fyrstir til að klífa hann voru 3 hjálparsveitarmenn úr Vestmannaeyjum árið 1975. Vestan í Skaftafellsfjöllum skaga 2 nes. Á milli þeirra eins konar vík og þar Norðurdalur. Skeiðarárjökull skríður fyrir Norðurdal og stíflar uppi leysingarvatn í dalnum. Þar hafa myndast 5 lón sem öðru hverju tæmast og valda minniháttar hlaupi í Skeiðará. Norðurdalur mjög afskekktur og þar leysir ísa seint, enda gæti sólar lítt vegna legu dalsins. Bergtegundir meðal annars líparít og blágrýti. Hér hafa eldgos aðalega orðið undir jökli. Við slíkar aðstæður verður bergkvika að ýmsum gerðum móbergs. Frá Norðurdal haldið yfir sprungin jökulinn fyrir Færneseggjar til söðurs að Færnesi.
en svo nefnist vestasti hluti Skaftafellsfjalla. Færneseggjar eru brattar og mosavaxnar og þar voru fyrrum tínd fjallagrös. Gífurlegar sprungur mynduðust í jöklinum við framrásans sumarið 1991. Jökullinn mátti heita sprungin langleiðina frá Skeiðarársandi til Grímsvatna. Skeiðarárjökull skríður fyrir Færnesið á framrásinni niður Geysi breiðan dal. Fyrrum var gott haglendi í Færnesi. Nú þar óvíða mikill gróður, en hann eykst sumstaðar ofardregur. Þetta stafar af því að jökullinn hefur þynnst mjög og eru neðanverðahlíðarnar sem áður voru huldar jökli nú íslausar. Þessa sjást glöggt merki, til dæmis af fornum jökulröndum, 150 metrum hærra en jökullinn nær nú. Skeiðarárjökull stærsti daljökull Evrópu. Við höfum ferðast frá efstu mörkum hjarðsvæðis að Sporði, 70 km vegalengd, en að flatarmáli Skeiðarárjökull 1580 ferkílómetrar. Aðstæður á Skeiðarárjökli voru margt óvenjulegar sumarið 1991. Í upphafi árs tók sporður jökulsins að rísa og þegar kom fram á mitt sumar voru sum fjöll vestanhans sem alla jafna sjást úr austri hulin af jökulbungunni. Jökullinn ýtti á undan sér görðum og gríðarstór ísflykki féllu fram. Framskrið jökulsins tók kipp og vestast á sandinum skreið hann fram 1 kílómetra en 200 metra að austanverðu. Þegar jökullinn hegðar sér þannig sagt að hann hlaupi og gerðist það síðast árið 1929. Skaftafellsheiðin hefur verið friðuð árabil og árangurinn greinilegur. Uppblástur hefur verið heftur og gömul rofabörð eru tekin að gróa. Samfelldur gróður nær upp í 700 metra hæð við rætur Kristínartinda. Sérstakir göngustígar beina fólki leið þjóðgarðinn sem annars léti fljótt á sjá vegna sívaxandi fjölda ferðamanna. Á Skaftafellsheiðinni má sjá mörg góð dæmi það hvernig náttúran græðir rofabarð. Torfustykki hafa losnað frá barðinu og lagst yfir moldina fyrir neðan. Smám saman hefur gróður náð yfirhöndinni og lokað sárinu. Þar sem allur jarðvegur fokinn burt hægfara jarðvegsmyndun hafin á ný. Fyrst með harðgerðum jurtum og í kjölfarið fylgja birki, víðir og annar gróður.
Í þjóðgarðinum mjög góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk og hægt að fara í lengri eða skemmri gönguferðir sem henta fólki á öllum aldri. Ein þekktasta perlan í þjóðgarðinum Svartifoss í Bæjargili. Margir leggja leið sína að fossinum enda liggja á honum góðir göngustígar. Áin sem myndar Svartafoss nefnist Stórilækur. Umgjörðin mynduð af reglulegum blágrýtisstöðlum sem ná í hálfhring fossinn. Jarðfræðingar telja bergið ungt, en aldursgreining þess hljóðar upp á 310.000 ár. Þá rann hraun niður Skaftafellsheiðina og fyllti gamlan árfarveg. Hraunið safnaðist fyrir í lægðinni og hraunkvikan storknaði afar hægt. Afleiðing þess var myndun mjög reglulegra stöðla þar sem nú Svartifoss. Neðst í Bæjargili rennur Stórilækur fram á sandinn, en þar skammt frá stóð hinn forni Skaftafellsbær aldir. Fyrir daga varnargarðana máttu bændur þola ágang Skeiðarár, sem að lokum leiddi til þess að bærinn var færður upp í heiðina á 19. öld. Framburður Skeiðarár var mikill, og sem dæmi má nefna að landið hækkaði 12 metra á árunum frá 1860 til 1960. Í Bæjargili skilyrði gróðurs einkar góð og fjölbreytni tegunda mikil. Þar getur einnig að líta fleiri fallega fossa.
teygja lindina tæru við rætur fjallsins, komdu heim. Við yfirgefum þjóðgarðinn að þessu sinni í kvöldsól og kyrrð þegar Öræfajökull skartar sínu fegursta. Ég losna aldrei við íslenska tröll og eftir för mín og fætur. Glistan mig jökla, bræða mig fjær, fjötra mig firðir og festar, klakaböndum. Komdu heim, rópa fjöll, komdu heim. Sá þín fyrst kom, teygja lindina tæru við rætur fjallsins. Komdu heim, komdu heim, rópa fjöll, komdu heim. Sá þín fyrst kom, teygja lindina tæru við rætur fjallsins. Komdu heim. Hér átt þú heima, þú veist það, því sá þín grætur. Töfra mig, kalla mig heim, dagbjartar nætur. Skaftafell. Handritið gerði Jóhann Helgason, jarðfræðingur, en dagskrárgerð annaðist Plus Film. Margir ferðalangar leggja leið sína í þjóðgarðinn í Skaftafelli að sumarlagi, en færri koma langað annan tíma ársins. Við hefjum ferð okkar árstíðir í Skaftafelli vetur. Þeir síðustu hafa verið snjóléttir og láglendi oftast snjólaust. Tært loftið á björtum degi veitir kyngimagnaða fjallasýn. Dýra- og fuglalíf með minnsta móti og Skeiðará afar vatnslítil og nærri tær.
Þjóðleiðin lá öldum saman yfir Skeiðarársand. Á milli byggða vegalengdin dagleið á hestum 40 kílómetrar. Oft hafa menn lent í slarki og mannraunum á þessari leið sem alls ekki fær nema kunnugum og ötulum vatnamönnum á sterkum og vönum hestum. Hrafninn einna fyrstur til að verpa og honum ekkert óboðna gesti gefið á meðan ungar eru enn í hreiðri. Hann byggir sér myndarlegan laup á klettasillu, oft mörg ár í röð á sama stað. Krummi lætur illa við hreiðrið og reynir að henda lausu grjóti á þá sem hjá ganga. Í byrjun júní eru ungarnir að því komnir að yfirgefa hreiðrið. Þá eru flestir aðrir fuglar rétt að byrja sína hreiðurgerð og fyrstu ferðalangar sumarsins að koma til Skaftafells. Plöntu- og fuglalíf fjölskrúðugt í Skaftafelli. Hér vaxa yfir 200 tegundir villtra blómplantna og birkinga og samfelldur gróður nær víða í 500 til 700 metra hæð. Stöðugt fleiri tegundir nema land á því svæði sem komið hefur undan jökli á þessari öld. Meðal mjög sjaldgæfra planta í þjóðgarðinum má nefna svartburkna sem hér sést. Í sprungum í blágrýtinu gefur að líta holufyllingar af geislasteinum sem mynduðust fyrir milljónum ára þegar heitt vatn leitaði bergið.
Skordýralíf í Skaftafelli er mjög fjölbreytilegt samanborið við aðra staði á landinu. Skeiðarársandur er talinn einn mikilvægasti varpstaður skúmsins við norðanvert Atlantshaf og þar verpa 3000 skúmspör. Til skamms tíma drottnaði skúmur yfir villtu lífi á söndunum, en hefur nú fengið keppunaut þar sem refurinn er. Síðustu aldamót var refi eitt í Skaftafelli. Til þess voru notaðir hundar en ekki skotvopn. Upp á síðkastið hefur borið allmikið á refi á Skeiðarársandi. Fyrir nokkrum áratugum var lúpína gróðursett ofan við Bæjarstaðaskóg þar sem jarðvegseyðing var nær alger. Lúpína hefur nú breiðist hátt upp í hlíðarnar fyrir ofan. Ekki eru allir á eitt sáttir ágæti þessarar plöntu, en sambýli birkis og lúpínu virðist nú í góðu jafnvægi. Eftir að sauðfé hætti að ganga í Skaftafellsheiðinni spretta þar ört upp ýmsar tegundir víðis. Rennsli Skeiðarár var harla breytilegt sumarið 1991 og héldu þær breytingar áfram þar til hlaup kom í ána miðjan nóvember. Þegar þessar myndir voru teknar við Skeiðarárbrú í júnibyrjun var áin afar vatnslítil og rennsli hennar að miklu leyti þáttur morsár. Á sama tíma jókst rennsli Gígjukvíslar vestar á sandinum. Helst var talið að þessar sveiflur mætti rekja til framskriðs Skeiðarárjökuls og sprungumyndunar, en svipað hafði gerst árið 1929. Skeiðará fellur undan Skeiðarárjökli. Í byrjun ágúst var rennsli árinnar eins og mest verður að sumarlagi, en þetta sumar var hiti mikill og sólbráð á Skeiðarárjökli eftir því. Venjulegt sumarrennsli Skeiðarár er 200 rúmmetrar á sekundu. Hér sést vel hver rennslið hefur aukist niðri á sandinum frá því fyrr sumarið. Menn veltu því fyrir sér hvort hlaup væri í jaðsíi, en áin var ljós á lit og enga jöklafílu var að finna, en svo nefna öræfingar fnykin sem leggur frá ánni í hlaupi. Á tækniöld áður en brúin kom voru öræfingar útsjónarsamir við að komast yfir Skeiðará. Þeir fengu sér gamlan kanadískan innrásarpramma og breyttu honum eftir þörfum. Drekinn var meðal annars fylgdartæki stóra jeppa yfir Skeiðará. Á fyrstu áratugum þessarar aldar var aðeins hægt að komast yfir hana á hestum. Þá voru 70 kílómetrar til næsta læknis og álíka langt til prestsins, en ennþá lengra til yfirvalda og verslunarstaðar. Kaupstaðarferðir stóðu yfir í 8 til 10 daga. Ótrúlega fá slys urðu í ferðum manna yfir ána og má þakka það reyndum fylgdarmönnum. Fyrir brúin Skeiðarár var áin eitt mesti farartálminn í landinu og svo hafði verið öldum saman.
Frumáætlun brú Skeiðarár var lögð fram í ársbyrjun árið 1972. Ásamt Skeiðará þurfti einnig að brúa Núpsvötn og Gígjukvísl vestar á sandinum. Bygging Skeiðarárbrúar hófst árið 1972 og tók 21 mánuð. Mikið grjót þurfti í varnargarða og var það numið úr Hafrafelli. Brúarvígslan fór fram 14. júlí 1974. Samgönguráðherra Magnús Torfi Ólafsson opnaði brúna að viðstöddum forseta Íslands, herra Kristjáni Eldjárn og konu hans. Skeiðarárbrú lengsta brú á landinu, 904 metrar. Brúin eitt mesta mannvirki sem Íslendingar hafa reist, enda mikið í húfi að hringtengja þjóðvegakerfi landsmanna og bæta samgöngur öræfanna, afskekktasta héraðs á landinu. Brúin og varnargarðarnir hafa staðist ágang árinnar til þessa. Miðjan nóvember kom hlaup í Skeiðará. Hlaupið var ekki stórt, en vatn rann nær samfellt undir alla brúna. Hámarksrennsli mældist 2060 rúmmetrar á sekúndu, sem tífalt meðalrennsli árinnar að sumarlagi. Skeiðarárhlaup misstór og stærst ef samtímis verður eldgos í Grímsvötnum og vatnsforðin yfir eldstöðinni brýst fram. Stærsta hlaup Skeiðarár á þessari öld var árið 1934 og þá gaus í Grímsvötnum. Rennsli árinnar náði 40.000 rúmmetrum á sekúndu, sem tvítúfalt rennsli hlaupsins í ár. Óvíst hvort varnargarðarnir og brúin fylgdu rennsli í líkingu við það hlaup. Á síðustu árum hafa hlaup í Skeiðará farið stöðugt minnkandi og verið reglulega á 4 ára fresti. Skaftafell ég skoða má, skógur brekkur klæðir, bráðum lít ég bæi þrjá, Bölta, Sel og Hæðir, hvað Páll Bjarnason frá Hnapavöllum. Bölti, Sel og Hæðir voru byggðir þegar gamli Skaftafellsbærinn var færður upp í heiðina á fyrri hluta 19. aldar. Hefðbundnum búskap nú lokið og bæirnir gegna nýju hlutverki. Í Bölta býr síðasti ábúandinn, Jakob Guðlaugsson. Hann hefur nú snúið sér að þjónustu við ferðamenn ásamt póstafgreiðslu fyrir sveitunga sína. Fyrrum var hér öðruvísi umhorfs, eins og brot úr kvikmynd Ósvaldar Knudsen ber með sér. Skammt fyrir austan Hæðarbæinn, sem bústaður þjóðgarðsvarðar, gamli Selbærinn. Selbænum hefur verið viðhaldið í gömlum stíl og hann í umsjón Þjóðminjasafns. Þar má til dæmis sjá fjósbaðstofu. 2 þjóðgarðsverðir hafa verið í Skaftafelli. Fyrst gegndi því starfi Ragnar Stefánsson frá 1967 til 1988, en síðan hefur Stefán Benediktsson, sem hér sést, haft það með höndum. Hlutverk þjóðgarðsvarðar
er fyrst og fremst umsjón með þjóðgarðinum í umboði Náttúruverndarráðs. Við gömlu tún neðst í Skaftafellsheiðinni er talið að hið forna Skaftafellsþing hafi verið haldið. Rétt fyrir austan er tjaldstæði þjóðgarðsins. Þjóðgarðurinn er opinn ár hvert frá byrjun júní til 15. september. Árið 1991 greiddu 24.000 manns fyrir tjaldstæði, en heildarfjöldi gesta var vart undir 60.000. Annar hver útlendingur sem í þjóðgarðinn kemur er þýskumælandi. Mikið er lagt upp úr þjónustu við ferðamenn. Fjöldi þeirra eykst stöðugt eða 10% á ári síðustu 6 ár. Því þarf að halda vel á málum ef sinna á gestum svo vel fari. Náttúruvernd er ríkur þáttur í starfi landvarða, en háannatíman eru alls 7 landverðir í þjóðgarðinum. Þeir sinna þjóðgarðsgestum og fara með þá í skipulegar gönguferðir þjóðgarðinn, til dæmis að Svartafossi, Kristínartindum, Bæjarstaðaskógi og Morsárjökli. Þegar tími gefst til, annast er viðhald og gerð göngustíga. Ekki þurfa þó allir að gista í tjaldi, því í Bölta og að Hofgarði er boðið upp á gistingu og eins hefur verið opnað hótel að Freysnesi. Eftir gríðarlegan kuldakafla í lok síðustu aldar gengu jöklar mikið fram og voru útbreiddari en þeir höfðu verið í þúsundir ára. Skaftafellsjökull og Svínafellsjökull sem liggja sitt hvoru megin að Hafrafelli gengu fram og voru samtengdir allt fram undir 1940. Þá tóku jöklarnir að hopa og hafa þeir dregist saman yfir 1 kílómetra en gengið eitthvað fram á allra síðustu árum. Á jöklinum eru ýmis fyrirbæri náttúrunnar, til dæmis aurkeilur. Það myndast aðalega að sumarlægi þegar jökull bráðnar. Þar sem aur hefur safnast í sprungur og lægðir, bráðnar hreinn ísinn umhverfis. Sá ís sem leynist undir aurnum bráðnar mun hægar og eftir standa aurkeilur sem geta orðið margra metra háar. Stór þáttur Skaftafellsár kemur undan Skaftafellsjökli við austanverða Skaftafellsheiðina. Að útfalli Skaftafellsár er innan við hálftíma gangur frá tjaldstæði þjóðgarðsins og er það tilkomið mikið sjónaspil. Við ljúkum ferð okkar þjóðgarðinn í Skaftafelli þegar dagur er tekinn að styttast, lauf falla og ferðamenn halda til síns heima.